Símahrekkur FM 957. Hvern vilt þú að við hrekkjum? Sendu póst á svali-og-félagar@fm.is. Já, góðan daginn, ég heiti Viggo, ég að hringja hérna í þið frá Ísland Air. Já, blessaður. Þetta ekki örugglega Valur? Jú, það getur passað, ég heiti Valur, veitu hvað málið? Ert þú ekki að fara hérna til, Parísar áttu ekki bókað flug til Parísar á föstudaginn? Jú, það getur alveg passað hjá þér, ég og frúin að fara til Parísar. Já, ok, einhver sérstök ástæða eða, ég mætti spyrja? Við erum búin að vera gift núna í bráðum 30 ár og þetta er afmælisverðin hjá okkur hjónunum. Eru þið komin til Keflavíkur eða? Já, við tókum pakka erum á Hótel Keflavík og erum bara, við erum komin, til að fljúga morgun, sko. Já, málið er það að ég er nefnilega með svolítið leiðilega fréttir. Ég var nú að vonast til þess að þið værið ekki komin allir suður. Býtu, nú er ég ekki alveg, nú skil ég ekki alveg hvað átt að tala um. Málið er að þið eru bara, þið miður, sko, vélinn er full og þið eru ekki skráð hérna hjá okkur. Býtu, hvað málið? Það var orðið einhvers konar tvíbókun eða vesen. Hann náttúrulega gengur ekkert upp. Við erum búin að taka flug frá Akureyri og komin til Keflavíkur og þetta náttúrulega gengur ekki þessi þjónusta hjá þér. Við erum að fara til Parísar á morgun. Það er ekkert flott. Já, lítur nú allavega út að þið séu ekki að fara með okkur allavega því að þetta hefur einhvers konar tvíbókun og það hefur ekki borist greiðsla frá þér. Já, ég skal nú segja það, góður minn, að ég borgaði þetta sjálfur með vísakortinu fyrir einhverju 2 mánuðir síðan og ég er löngu búin að bera allan kostnaði af því að þessari ferð. Þú skalt bara gjöra svo vel og fara að taka þið saman í andlitsinu. Þetta er ekki hægt svona. Við erum að fara til Parísar í fyrramálið. Já, eins og ég segi, það er því miður. Hún er bara full bóku vélinn og ég veit ekki, það er allavega lítur út fyrir að þetta sé einhver miskilningur. Það er ekkert öðru vísi. Ég meina, getið þið ekki bara tekið bara nokkra nætur hérna í Keflavík og svo reynum við að finna út úr þessu eftir helgi? Tekið nokkra nætur í Keflavík? Heldur þú virkilega ég ætlaði að fara með frúna mína og vera heila helgi í Keflavík? Búin að vera með frúnni í 30 ár? Þú slags anskotans rugleir í gangi hérna, maður. Ha? Þetta í rauninni er bara miskilningur og við þurfum bara að finna út úr einhvern veginn eftir helgi. Það er eiginlega ekkert annað í boði, sko. Það láta þið vita því, minn kæri, ég er ekki að fara að græta frúna mína hérna á 30 ára brúðkaup saman okkar í Keflavík á einhverju hótelherbergi. Nú reddar þú mér flugið til Parísar í fyrramálið eða þú hlýtur verra af, anskoti. Já, betur mér þú svolítið ógnandi. Hvað, ætlar að lemja mig eða hvað? Það getur vel verið að ég handrótsiði titturðin. Þú skal sjá til þess að ég og kona mín á 30 ára brúðkaupsafmælinu förum til Parísar. Það er ekkert annað í boði. Heyrðu kallinn minn, þú eru þá bara að borga þennan flug með það. Það hefur engin greiðsla borist og við þurfum bara að hafa þetta. Ég segja það, bölvaður titturðin, að ég er löngu búin að greiða fyrir þennan helvítis flug með það. Ég og frúin við förum í fyrramálið til Parísar og ekkert helvítis rugl, annars ger ég stór Heyrðu gamli, ég er nú bara að stríða þér. Ég heyri að þú er vel læstur. Ég ætlaði sonur þinn fekk okkur til að hringja í þig. Það anskotans rugleir í gangi hérna. Þetta er bara grín. Ha? Ég veit að þú hlusta kannski ekki mikið á FM 957 en þetta er símarhekkur í morgunþættinum Svali og félagar. Þetta er nú meina anskotans rugleir. Fekk hann Sigurður í þetta? Já, ég segi bara góða ferð og endilega kistu konun og góða skemmtun í París. Símahrekkur FM 957. Hvern vilt þú að við hrekkjum? Sendu póst á svali-og-félagar@fm.is.